Halló, já, komið, takk. Gott að vera með svona. Fyrst ætla ég að tilkynna það að við erum komið með nýjan umsjónarmann með mér í málstofu. Hún Hrönn var fyrir því óláni að verða fyrir framgangi. Þannig að Varsja er búin að taka við. En Hrönn er tilbúin að svara spurningum ef þið viljið beina spurningum til hennar. Í dag erum við heppin að fá Kristín Guðmundsson, sérfræðing á Hafrannsóknastofnun, til að flytja erindi sem fjallar vöktun á styrk blaðgrænu A við yfirborð sjávar með gervitunglum. Kristín er einn af sem ég tók eftir því þegar ég byrjaði hérna á Hafrannsóknastofnun. Það er svona stofnunin er rík af snillingum og Kristín er einn af þeim. Hann hóf störf á stofnuninni þegar ég var 3 ára. Sem er náttúrulega bara æðislegt, 1985. Og ég bara hlakkað mikið til þess að heyra erindið. Kristín, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir Linur fyrir kynninguna og takk öll fyrir að mæta, gaman að sjá okkur. Við skulum nú bara vinda okkur í þessu því að ég ætla að koma einhver að. Og erindið er svo sem kynnt, en það sem ég ætla að fjalla það eru blaðgrænu mælingar í yfirborði sjávar og ég ætla að víkja aðeins að bæði mælingum sem eru mældar á sjósínum sem tekin í yfirborðinu og síðan tilsvarandi mælingum frá gervihnöttum. Og ég ætla að koma að lausn eða endurmati á þessum gervihnöttagögnum. Það þurfti til og við útbjökum tölfræði líkan sem ger okkur kleift að endurmeta þau. Og ég mun auðvitað svona í að kostum og göllum eða takmörkunum á þessum gögnum. Og svo ætla ég að svona sýna hvað við getum gert við þetta. Það hefur gjarnan verið svona unnin upp úr þessum gögnum vísitölur og ég ætla að tala aðeins það til þess að rannsaka framvindu gróður svona almennt og svo líka til þess að nýta í aðrar rannsóknir sérstaklega ef maður ætlar að skoða áhrif á gróðurframvindunu á aðra lífverur sem þeim eru háðar vexti gróðursins sér til framdráttar eða sem fæðu framboð og það hægt að gera það þá fyrir skilgreind svæði og tíma því að þetta skannaði yfir öll heims. En að lokum ætla ég að svona aðeins að viðra hugmyndir hvernig maður getur kannski dýpkað túlkunina á þessum yfirborðsgögnum. En það gerir í ljósi fyrir liggjandi mælinga og svona gæti kannski varða veginn aðeins fram á við. Nú byrjum bara það á byrjunni. Það hérna er sýnd bara mynd af hvernig maður stendur að söfnun á sínum yfirborði á allstaðar, sjósínum og mælingum með þeim, en aðalatriði er að það hefur verið stundað á Hafrannsóknastofnun frá 1973. Upphaflega fyrstu mælingarnar eru skráðar af Jóhanni Sigurjónssyni og síðan allar götur hefur þetta verið mælt og þetta er þá notað sem mælikvarði á magn svifgróðurs í hafi af blaðgræna. A-blaðgræna hefur samt svolítið mismunandi merkingu en við skulum ekki fara nánar út í það hér. En við leysum þetta yfirleitt upp í asetóni og mælum, það annarkvort í ljósgleppnimæli og núna seinni ár frá 2010 höfum alfarið farið yfir að nota flúrljómunamæli sem er 10 sinnum næmari og auðveldari að mæla með. Þannig að það hefur aðeins haft áhrif á okkar söfnun, en sérstaklega aðgreinir hann virkt
blaðgræni frá niðurbrotsefnum sem kallum fegurpigment. Það er að segja að það voru óvirk, þau eru búin að missa hluta af efninu en eru samt illa aðgreinileg venjulega, allavega í ljósgleifnimælum frá virkri blaðgræni. Nú jæja, þegar ég mætti á stofnunina, þegar þú varst 3 ára, þá fór ég nú að skoða eitt og annað. Þórunn Þórðardóttir hafði verið þarna til fjölda ára og safnað gögnum þegar það var hægt að komast á sjó og þessi gagnasöfnun lýsti hún svo ágætlega að hún kallaði þetta mósaíksöfnun og það var sérstaklega bara svona punktar hér og þar og þegar maður fór að vinna úr því þá var það mjög iðulega til þess að það voru svona einhvers konar meðaltalsmyndir sem er gott í sjálfu sér en það var kannski farið að koma nóg að því og svona takmörkun notkun en ég vissi að því að ef maður ætlaði að nota þessi gögn til þess að í aðra rannsóknum þá var mjög eftirsóknarvert að fá upplýsingar gróðurframvinduna á völdum stöðum eða þar sem maður þurfti á því að halda og ég byrjaði að gera þessa mynd þarna til vinstri sem er svona samantekt á gróðurframvindunni, meðalmynd á Selvogsbanka eða Suðvestursvæðinu og Selvogsbankinn var þá í fókusnum af því að þar eru náttúrulega merkar stöðvar, hrygningarstöðvar. Og síðan sett ég inn á þetta upplýsingar hvenær hrygningatíminn var fyrir rauðátu og þorsk og klakið sem fylgdi á eftir. Og við sjáum það að þetta samræmir Smiths-matskenninguna að lífríkið laga sig að meðaltalinu en við vitum líka að þessi toppar þeir hlýðrast fram og tilbaka nokkar vikur alltaf og það getur skipt sköpum. Nú til hægri er álíka en þar er ég svona að greina framvinduna á landgrunninu annars vegar og fyrir utan landgrunninu hins vegar. Og yfir landgrunnina þá skipti ég þessu upp eftir seltu, það er að segja ég var að huga að áhrifum ferskvatnsrennslis frá landi og ísbránunar fyrir norðan. En þetta eru bara meðaltalsmyndir og gaman að sjá, en maður skoða það nú ekkert nema einu sinni eða svoleiðis. Þannig að draumurinn var alltaf að ná í gögn sem segðu okkur til framvinduna á völdum stöðum. Og við gerðum alls konar tilraunir til þess að vanmætti þó, en besta árangurinn náðum við þegar við vorum komið með sírítamæla borð í Herjól og það var svona aldamótin og þetta sýnir að við vorum búin að ná ágætum árangri en það var lagt af, svo við skulum ekki dvelja við það lengur. En óskin er alltaf þarna og það var ekki fyrir en gervihnetta mælingarnar. Fóru að safnast upp að maður átti að sjá að þarna var eitthvað virkilega spennandi að gerast og þröskuldurinn hafði sem sagt verið ryttuvegi, það er hægt að þá fá gögn allstaðar á reitum sem eru bara frekar smáir og vinna á því og þetta hófst sem sagt 1997 þegar NASA sett á braut fjarmæli sem heitir SeaWives. Og það hefur sem sagt gengið eftir alla götur síðan að þetta hefur verið fjarmælir í gervihnöttum í gangi. Nú, þetta er frábær tækni. Það er sem sagt bara sett skanner borð í gervihnött og þeir eru settir á braut sem fer yfir pólana. Snúningu jarðar sér til þess að það belti sem er skannað, það hliðrast alltaf til og í reyndin er það þannig að mestu hlutin næst að skanna á einu sólarhring, allt hafsvæðið, en þar eru svona smá línur á milli og það líða aldrei meir en 2 til 3 dagar, þangað til allt hefur verið skannað í prinsipinu. Hins vegar er þetta litla box þarna hægra megin sem ég vil nú aðeins víkja að. Haugislaug og Hólm kynntu þetta og ég
sá að þetta var mjög góð leið til að útskýra mikilvægi gervihnatagagna. Ef við skoðum þessar 4 myndir þá efst þarna til vinstri. Já, það það til hægri hjá ykkur? Nei, vinstri. Og þar svona eins og frummynd og þetta bara af svifi. Gæti alveg náttúrulega verið dreifing blaðgrænu í yfirborðinu. Og svo þarna neðri til hægri, þar svona mynd af, skannið af mynd frá gervitungli og það óskýrt, það verður að viðurkennast, en það sýnir samt heildarmyndina. Þannig ef við vitum hvað við erum að díla við, þá getum við greint það þarna. En ónákvæmnin nákvæmnin ekki upp á sitt besta. Hins vegar ef við værum að safna þetta með, við líka hættu eins og sýnatökur á sjó þá myndum við geta til dæmis sett pappír yfir sem væri með götum, þarna eins og punktaskýið og myndin undir frummyndinni það sem við myndum sjá í gegnum götin. Og það getur verið ansi erfitt að átta sig á því hvað maður að horfa á og fá heildarsýnina. Svo málið náttúrulega kannski að halda áfram að safna báðum aðferðum til þess að túlka heildina. Annað sem skiptir miklu máli allavega en sérstaklega okkar rannsóknarsvæði og við líka rannsóknarsvæðum viðvarandi skýjarhula. Það þarf náttúrulega að vera skyggni frá gervihnattinum og að yfirborði og þetta dregur náttúrulega úr tíðnisöfnunar hér. Í besta lagi fær maður einhverja góða mynd af skýjahulu sem falleg en það rofar samt alltaf til á milli og við getum séð þarna á myndinni hægra megin við þá fyrstu. Þar sést til dæmis áhrifasvæði eða útbreiðsla leirs í strandstraumnum sem sýnir svona hvar áhrifasvæði strandstraumsins Og við sjáum gjarnan á þessum myndum, til dæmis eins og uppblásturinn, efni sem fýkur til hafs, hvort sem það uppblástur eða gosmökkur. Og svo þessi síðasta mynd, þannig hægra megin neðri, hún sýnir mjög spennandi hlut. Þar blómi kísilþörungs sem spennandi, heitir Emilína Anna Huxley og mest virkasti kalkframleiðandi á okkar tímum. En það samt sjaldgæft að maður getur séð greint þörunga í þessu gervihnatagögnum, en við getum allavega fengið magnið. Og ég byrjaði að sýna þarna feril sem ég gerði fyrir Selvogsbankann, en gervihnatagögnin þau leyfa okkur að sjá miklu meira upplaust. Þessu fyrir hvern reit sem svona ferningur með 5 kilometra hliðum, hver reitur og stærð og fyrir hvern reit fáum við upplýsingar yfir allt árið og getum þess svona endurskapað svona feril og greint úr því þætti sem hægt að nýta. Hér eru þeir svona sýndir skilgreindir, það tekið miðtalan fyrir hvern reit á hverju ári og þegar gróðurinn sker þá línu fyrsta árinu þá það upphaf gróðutímabilsins og síðan sambærilegt í lokin. Svo náttúrulega dagsetningin fyrir hámarkið og hversu hárstyrkurinn í hámarkinu og síðan fullt af öðrum hlutum, en þetta skulum láta duga í bíli og svona það sem staðlagt gert yfirleitt. Hins vegar þegar ég fór að takast á við þetta að greina þetta í gögnunum, þá kom fram svona niðurstöður sem við gátum ekki alveg sætt okkur við þegar við fórum að skoða dreifinguna á vísitölunum og við förum aðeins nánar í það, en viðbrögðin voru þau að safna þá öllum mælingum sem lágu fyrir af mælingum sem sagt í sjósýnum teknum við yfirborð á sama tíma og gervihnataserían náði yfir og síðan að leita upp tilsvarandi skráningar frá gervihnöttum ef þær voru til frá sama degi og sama stað og skýjarhulan hafði ekki verið á milli.
Og þetta var svo notað til þess að reyna að kvarða. Fylgni var svo sem allt í lagi góð, en það var svona, það var ekki alveg bein lína og það var í rauninni málið að það bjögun í þessu gögnum og þess vegna fórum að leita að svona, eða ég að leita að skýribreytum og það sem best nýttist var tími árs eða dagnúmer og sólarhæð og svo botndýpið á staðnum sem svona proxy fyrir fjarlægð frá landi. Og þá losnuðum við bjögun þó að nákvæmnin eða dreifðin er áfram svona álíka og var áður. Til að undirstrika hvað ég að tala þá hérna sýnd ferillinn fyrir nokkra reiti. Það að segja, hvað sjáum við hérna, vestur, norður, suður, austur og svo fyrir Faxaflóa. Og málið var að það voru svo hágildi í upphafi árs, bara óútskýranlega há. Við höfum oft mælt að vetri til og við vissum bara að það átti að vera nánast 0. Það tilsvaraði ekki því sem var í gerðináttargögnunum. Og svo, og ekki kannski síður, að á haustin eða þegar fór líða á gróðutímabili þá vildu þessi gildi ekki lækka eins og maður mátti búast við. En það þessar rauðu línur og grænu línuna sína síðan eftir leiðréttingu og það var miklu ásættanlegra og þegar maður fór að skoða dreifingu vísitalna frá seinni úrvinnslu þá fór maður svona að kannast við og samþykja niðurstöðurnar. Við vissum að gróðutímabilið var byrjaði fyrr á árinu fyrir norðan og heldur en fyrir sunnan og fyrr á árinu inn við land heldur en út á úthafinu. Og það sýnir þarna á myndinni lengst til vinstri og svo miðjumyndin er þá tími hámarksins og það stemmir líka við það sem við vissum hvenær gróður hámarkið hafði sýnt sig í okkar mælingum. Lítaskalinn sýnir svo tíman þarna en við skulum ekkert vera að fara neitt allt og ná í þetta en svo þá magnið í hámarkinu, það líka eitthvað kunnulegt. Það svona leikur sér í kringum þetta en auðvitað hvenar við erum við markið segir það að gera það verkum að við erum að sjá svona myndir sem svolítið út á suðurstundum en það bara viðbúið. Nú, næsta skref náttúrulega að reyna að draga þetta fram fyrir hvert ár og það má gera til dæmis með einföldum hætti eins og hér. Hérna fyrir norðursvæðið sem er vinstra megin og suðursvæðið fyrir sunnan og það sem mjög áberandi í þessum tveimur úttektum að breytileikinn á fyrsta degi gróðutímabilsins meiri fyrir norðan frá ári til árs. Þó auðvitað sé alltaf svona undantekningar líka fyrir sunnan og gróðutímabilið þar lengra af því að það hefst fyrir og svo varðandi tíma hámarksins þá þar líka breytileiki fyrir norðan en það eru svona virðast vera langtíma sveiflur meira fyrir sunnan. Og þessar langtíma sveiflur þær urðu einmitt til þess að ég einhvern tímann satt og hlustaði fyrirlestur lunda og mismundi afkomi eða hvað segja árangur af klakki og sá að það var ansi sláandi samsvörun og þess vegna tók ég mig til og bytti nú við, það var þessi og sótti upplýsingar fjölda bæjar hvað heitir það? Písja, það ekki? Já, og prófaði það á móti þessum upplýsingu ég hafði og það kom strax margt glínulegt samband en þannig voru einhverjir frávíkjandi punktar og þegar ég fór að skoða þá betur þá voru til skýringar á 6 af 19 árum þar sem var meðal annars að það var
mikil úrkoma og kofurnar bara drukknuð í sínum hólum eða það var þvílíkt aftaka veður þegar það voru nýkonar á sjó að það bara hrönnuðust yfir móðuna. En þegar ég hafði tekið þessi 6 í burtu þá var fylgnin ansi sterk, en hún segir okkur hins vegar náttúrulega auðvitað ekkert hvers vegna. Svo ég prófaði nú að vísu líka að reyna að fá upplýsingar sandsíli, smagn og prófa þetta svona á svipaðan hátt, en það hefur ekki skilað árangri. Það þarf kannski að fara aðeins dýpra í þetta, en það fer að vera spennandi því að það er bæst töluvert við þessa seríu og ég veit að Erpur hefur áhuga á því. Nú, við höfum svo sem prófaði að nota þessi gögn í alls konar öðru samhengi og hér er nýleg grein sem ég fekk að vera með, hann Ástóri, og ég lagði það til gögn og það var þá bæði prófað svona vísutölur frá gervihnattargögnum en líka tölur sem voru hafðar úr leiðangrum og málið er nú kannski það að sýnin sem er verið að prófa þetta á móti eru tekin borð í sama skipi og á sömu stöðum og mælingarnir sem eru nákvæmari og ítarlegri og þær hafa alltaf vinningin. Þannig að það er bara svoleiðis, það lætur ekki deigan síga en kannski fær hugmyndur hvernig maður getur reynt að túlka meira gögnin. En auðvitað stendur eftir að ef þú ert ekki að gera slíkt, heldur eins og Kristinn nafni minn allar að fara að gera, skoða áhrif gróðurs á kannski uppsjáva fiska eða allar að prófa það og þá er ekkert annað til boða. Það er bara þetta gefið tækifærið allavega en ef það eru til gervihnattargögn frá sama tíma. Og þetta verður bara spennandi að gera. En þetta hefur leitt mig til þess að skoða svona hvernig er hægt að fara dýpra, túlka þetta á aðeins dýpri hátt og eins og ég nefndi þá byrjuðum við að mæla hérna 2010 með flúrljómunamæli blaðgrænu meðal annars í yfirborði en svo af því að það er auðveldara þá tókum við fleiri dýpi heldur en áður og hér er svona klasi af kortum frá mismunandi árum hérna lóðrétt og dálkarnir eru þá frá mismunandi dýpum og það sem er svo sláandi þó maður sé ekki að skoða þetta nákvæmlega er að dreifingamunstrið er áþekkt á hverju ári og það er ekki háði hvort það er mikið eða lítið af gróðri í sjónum. Þannig að það má búast við því að það sé einhver svona sæmileg fylgni og það gerði ég þá bara þarna og sýndi vinstri myndinni, hægri myndinni, að þarna þetta er nú þokkaleg fylgni og ég miðaði þá við yfirborðið hvernig þetta breytist með dýpi. Og það prófaði ég svo líka bara samberðan hátt fyrir mismundi svæði við landið og þurfum ekki að skoða þetta lengi en það er sláandi að þetta er svona frekar svipaður trend víðast hvar, það helst í strandstraumnum og í pólsjónum eða þannig austur-grænlandsmegin sem þetta er eitthvað áberandi öðruvísi. En það er ágætt að púsla þessu svona saman og ég leyfði mér þá í framhaldinu að því að ég sé að það má búast við að það sé hægt að áætla dreifinguna með dýpi, þá heildaði ég niðurstöður fyrir annars vegar blaðgrænu undir fermetra og hins vegar nítratstyrk undir fermetra að því að við vorum farin að nota svolítið þetta upptökur nítrats sem mælikvarða á nýframleiðni. Það er svona þekkt aðferð til þess að meta nýframleiðni. Ég veit ekki hvort þið þekkið það en það er rauninni hvað þörungarnir geta gert úr hverri einingu af nítrati sem upplestu nítrati. Og þetta má náttúrulega alveg gera bara svona, heilda yfir undir fermetra og þessi mynd sýnir að, til dæmis þessi svarta lína er þá bara dæmigert spámódel hvað hefur orðin mikil nýframleiðni miðað við upptökuna og síðan sjáum við að það er heilmikil dreifð. Dreifðin fyrir ofan, hún er náttúrulega bara tilkomin af því að það er breytileiki í gögnunum. Það gæti skýrst til dæmis af því að næringarefni barst af staðinn
meðan þetta tímabil sem við verðum að skoða frá því upphafsgildinu og þangað til mælingin gerð og reiknuð upptaka hefur borist við einu svæðið og bæst við sem ein skýring. Og auðvitað getum við gert ráð fyrir að sami breytileiki sé fyrir neðan. En við sjáum að megnið af dreifingunni fyrir neðanstrik og hún táknar í rauninni afföll, því að annars myndi það raðast upp undir línuna. Afföll á blaðgrænu á tímabilinu sem verið að miða við. Og í þessu tilfelli alltaf miða við vetrargildið og svo gildið í vorleiðangri, sem sagt einhvern tíðan í maí. Mér finnst þetta að vera heilmiklar upplýsingar og fór þessna einu skrefi lengra. Ég tók hellings af gögnum frá annars vegar norðursvæðinu og hins vegar suðursvæðinu. Norðursvæði fyrir ofan og suðursvæði fyrir neðan og notaði þetta sama prinsip, spáði fyrir nýframleiðsluna sem breytileg frá ári til árs og þá heildarsúlan. Síðan setti ég þannig græna sem þá styrkur blaðgrænu á þessum tímapunktu í maí. Það það sem stendur eftir á bíómassanum og það sem á milli, það náttúrulega þá afföll, einhver afföll. Hver þau veitum við náttúrulega ekki alveg, en mig grunar nú, og ég held að marga fleiri, að svona stæðstu hlutin sé annars vegar beit og hins vegar eitthvað sem hrípar niður úr yfirborðslaginu. Nú, hvort það og hvernig maður á að meta, það veit ég ekki alveg, en ég prófaði svona lauslega það sem var hægt. Það var að segja að ég tók bíómassa dýrasvifsins og mesta dýrasvifinu byrjar í litlu magni eftir veturinn, nokkur fáein fullorðin dýr, en ef maður gerir svo ráð fyrir því að þau aukast bara línlega og sem sagt tökum bíómassa sem við mælum þegar við komum á stöðuna og gerum ráð fyrir að þetta sé bara þríhyrningurinn eða helmingurinn af tímabilinu sem þetta gildi hérna, þið skiljið hvað ég á við, ég bögglaði þessu. Þetta einfalt mótil á hugsanlegu beitarálagi og ég prófaði það á móti þessum afföllum og það það myndin til vinstri og sem lofar góðu, svo ég vil ekki segja meir. En dreifðin náttúrulega fullkomlega mikil eins og sést á hægra megin. Þarna mætti vinna aðeins meira með þetta, en það væri líka skemmtilegt að fá gögn til dæmis frá sedimentgildrun sem nánast ekki til við landið, til svona geta miðað við hvað við getum búist við af hrípi og við mismunandi aðstæður. En þetta nú eiginlega svo langt sem ég svona að komast með þetta. Ég seti nú þetta bara með spurningunum hver eru afdrif frumframleiðslunnar, vaxtar svifþörunga. Nú leiðin nú kannski aðeins þá mörkuð með því sem ég hef sagt, en ég þarf að prófa þetta nánar áður en ég tala við ykkur næst sem vonandi verður einhvern tíma. Allavega langar mig til þess að skoða þetta betur. Og hafandi sagt það, þá ætla ég bara að hafa lokað glæruna, þakka fyrir áheyrnina og þetta vil ég þakka öllum samstarfsfólkinu mínu sem hefur lagt hönd á plóg, bæði við söfnun, greiningu eða mælingu og gagnavörslu á gögnum sem ég hef fengið að grúska í og haft ánægju af. Svo takk fyrir. Spurningar? Takk kærlega fyrir, Kristín. Já, takk. En eins og sjáu, það er mikilvægt að vera á réttum sjónarhól á réttum tíma til þess að sjá eitthvað skemmtilegt. Það heyrist ekkert, það ferði ekki bara í upptökuna.
Já, það bara fyrir mjög góð spurning og kannski ekki alveg sjálfsagt að maður átti sig á því að þess að maður sé að fást við þetta. Í kalda sjónum svolítið eins og upp við strendur landsins, þar sem ferskvatn rennur til sjávar. Í kalda sjónum þessi ísbránun. Þessi dreifði ís frá Grænlandi að brána og það líka þar sem kaldur sjór, þá munurinn á hitastiginu í lofti og sjónum meiri sem hítar upp og myndar þessa hitalagskiptingu sem síðar verður sunnar. Það svona aðalskýringin. Við vorum allavega búin að sjá svona gervihnattamynd sem var frá 1978, það að segja bara þegar ég var að skríða út úr skóla og sem var alveg frábær. Hún staðfesti bara það sem við höfðum svona séð í fáunum sínum að það var oft mjög snemma farið af stað fyrir norðan, miklu fyrir en við áttum von á miðað við fyrir sunnan. Og þar var einmitt ísröndin og það var heillandi mynd sem alltaf haldið upp á hana. Hún var frá 14. apríl og þá yfirleitt voðalega lítið að gerast í hafinu hérna við Suðurlandið nema bara inn á flóum og alveg fyrir land. Já, takk. Já, láttu vaða, eina í einu, takk. Já, þegar ég sýndi þessa mynd þar sem ég heildaði. Já, sko, það náttúrulega hægt að velja sér svolítið í þessu tilviki. Það hefur barist hjá mér að annars vegar efsta yfirborðslagið sem tíðum blanda. Það nær niður svona 20-30 metra gjarnan hérna við land, út af bara lægðum og röki og svoleið. En svo þetta tókast á mig, þetta til dæmis þegar ég að vinna með Ástóri, þá háfsýnið hjá dýrunum tekið frá 50 metrum og upp og það ekkert frálegt að nota það líka því að næringarefnið til dæmis að nýtast aðeins niður fyrir lagskiptinguna, það berst í gegnum hana svona hægt og rólega, þannig að hún að lækka á 50 metrum en við leyfum okkur svo að segja á 100 metrum sé eiginlega bara tilsvarandi vetrargildi. Þannig að svona einhvers staðar á bilinu 30-50 metrum finnst mér eðlilegt að takmarka heildunina. Og það hef ég gert. Já. Svo ég bara rosalega spennt fyrir þessu fyndi þarna í písjurnar. Númer dags á móti... Já. Já. Og fjölda þessara litlu písja sem í... Já, ég líka forvitin það. Já, þetta var bara einföld grúsk hjá mér á sínum tíma en Erpur hefur verið að sýna áhuga á þessu, hann náttúrulega að fara að gera viða meira upp prófanir og það náttúrulega ýmislegt við það að taka bara bæjarpísur, við vitum að það háðum ýmislegum breytileika. Og það sem náttúrulega kannski mest spennandi að prófa þetta á móti afkomu miða við stofn, normalisera við stofnin. Já, kannski þá líka afkomu þeirra dýra sem lifa tiltölulega beint af þessum frumdýrum. Eða sviðinu og svo kannski smádýrunum sem að éta, en það sé ekki mjög seint í ferðina, því þá komið kannski tæmla. Já, og fara að þrengja svolítið. Það passa að velja réttu. Já, og ég hélt að maður geti kannski fengið sandsíli, því ég hafði heyrt að það hefði verið mælt sandsíli í mögum Ísu til dæmis. En gögnin svolítið svona gloppótt og já, ég veit ekki, kannski það þess vegna að ég stórbreytileiki þar sem þetta virkar, en mér finnst þetta mjög líklegt að þetta hafi farið í gegnum eins og sandsíli og kannski dýrasvif sandsíli lundi. Ég mjög spennt líka að ræða þetta frekar það sem ég sé á landi í
ég er alveg viss að tengingin er þarna. Við vitum náttúrulega að þessi dýr eru háð framleiðslunni, það er ekki spurning, en það bara átta sig á samhengjum og hafa gögn í það til að sýna fram á. Já, Takk fyrir, það var rosalega gott. Þegar ég var að spá hérna, fremst að tala ísumagana, já. ertu þá að spá í rollum? Já, ég leitaði eftir þessu og Jón Sólmunds varð góðfúslega við bóðminu að búa til svona gagnaseríu og ég prófaði svona líka mismundi svæðum við landi, en þetta eiginlega fór út í svona flosnaði upp. Já, ok, en af hverju fannst þér að vera glott? Nei, bara því að fylgnin var einhvern veginn út á suður og kannski fáir punktar og ég náði þess ekki saman. En það er ábyggilega að væri gaman að finna einhver sem sér bara þá möguleika, þá bara svo lítið mál að prófa, því að verkfærin er þannig til að sækja gögnin og draga úr þessar upplýsingar sem okkur þykir álíklegast. En af hverju eins og til dæmis þorskur, var ekki alveg hann er ofar þorskurinn? Já, og jú, það má skoða þorskinn og bara sem þorsk, en Nei, já, bara líka hvort það sé sandsíli í honum? Já, þetta vita fiskifræðingarnir betur en ég. Já. En uppsjávarfiskarnir eru líka spennandi og ég bara beði eftir því að Lísa hefur sýnt þessu áhuga og Kristinn, nafni minn, og Loðnan gæti kannski líka komið þarna inn. Þetta er bara óplægður akur, þannig séð. Þetta verið nauðsynlegt að svona hliðra til í tíma, Já. að nota þorsk. Já, maður verður átt að sig líka á samhenginu, það eru milliliðir sem bera þetta og hvaða skali er það því og svona. Það er ágætt að vera með einhverja hugmyndir og prófa. Kristinn, ég byrjaði þetta á að benda á að á Hafrannsóknastofnun eru nokkrir snillingar, þú deilir það. Þakka þér fyrir. Ég held þessi nokkuð augljóst að snillingarnir eru að kveikja í okkur yngra fólkinum, í forvitni okkar yngra fólkinum. Er það ekki gott? Ég held að fá að enda þetta bara á að hvetja þá sem stjórna hér að halda svolítið vel í þessa snillinga og leyfa þeim að frjóta svolítið okkur sem yngri eru. Þannig að takk kærlega fyrir tilhörstu. Já, ég vona bara að það gangi eftir og maður fái að vera svona grái herinn sem kemur inn endrum og eins og nýtir þess að fylgjast með. Þakka ykkur.